síðustu viku var samþykkt í sveitarstjórn á Skagaströnd að fara niðurstöðum starfshóps að stofna hlutafélag byggingu hótels á Skagaströnd. Hvers vegna hótel á Skagaströnd, Magnús? Já, kannski aðalega því að það vantar. Það er einn af veikleikunum fyrir því að ferðaþjónusta geti vaxið hérna, að það ekki gistirými til staðar í rauninni. Það eru stök herbergi sem hafa verið oftast nær full og uppnotuð og eitt sumarhús. Þar með það eiginlega upptalið. Hvernig eru plönin? Segðu mér áformin. Í plönin eru kannski ekki fullmótuð. Fyrstu hugmyndir það að stofna félag. Það er búið ákveðið að setja 5 milljónir í hlutafé félag sem að standi að því að byggja hótel. Og það hefur verið fest niður að byrjað verði minnst og kosti að skoða hvort það borgi sig að nota eldri hús sem eru til hérna. Sem það byggja ofan á, eða byggja á grunni gamla frystihúsins á Hólanesi eða byggja upp hafnarhúsið sem gömul síldar, sem eru gamla síldarminjar, getum orðað þannig, sem svona tréskemma frá síldarárunum. Hvernig hefur ferðamanna straumurinn verið til Skagastrandar hingað til? Sko, það erfitt að skilgreina það kannski sem straum. En þó var það alveg ljóst að síðastlið sumar virtist verða talsverð breyting þar sem var talsverð aukning af erlendum ferðamönnum. Og þeir sem að reka hérna veitingaþjónustu, bæði kaffihúsið og Country Bar, þeim ber saman það að fjölgun hafi orðið í aðsókn erlenda ferðamanna, jafnvel 65%, 75-70% aukning. En á sama tíma fækkaði innlendum ferðamönnum, en þó minna. Þú nefnir einmitt þetta með erlendu ferðamennina. Sko, þeir hafa nú verið hérna, kannski má segja að þeir hafi verið hér sem íbúar í nokkra mánuði, það ekki? Jú, við höfum í rauninni verið með erlenda gesti, ég nú eiginlega kannski frekar skilgreina á sem gesti, þó þau séu að vissuleyti ferðamenn. Þeir erlendi listamenn sem dvelja hérna ekki minna en mánuð, sumir í 3 mánuði, að þeir eru náttúrulega að þannig séð ferðamenn, þó að það hendi betur að kalla á gesti því að þeir búa meðal okkar og verða hluti á samfélaginu á hverjum tíma. Og okkur hefur lærst það að þetta fólk sem sér okkur með augum gestsins, það kann mjög vel að meta svona lítið þorp nyrst á Íslandi. Og finnst það ákveðin lífsgæði að búa við það öryggi og ég tala nú ekki náttúrufegurð sem hér og svona kyrrð og kynnast góðu mannlífi og þannig að já, þetta virðist vera eitthvað sem fólk sækist eftir og kann vel að meta. Þannig að þið viljið vera með í þessum aukna ferðamannastraumi sem að verða til landsins af ýmsum ástæðum að fólk stoppi hérna, stoppi og njóti. Já, við höfum gjarnan að fólk stoppi meira og við höfum tækifæri til þess að taka betur á móti fólki sem hingað kemur. En burt sér frá listamiðstöð, hvaða innviði hafið þið svona upp á að bjóða hérna? Sko til þess að, já það nú þegar fyrst og fremst veitingaþjónustu að ræða fyrir ferðamenn, ef við tölum það. Það sem annars vegar kaffihúsi Bjarmanes og hins vegar Country Bar, sem reyndar reksturinn á Country Bar til sölu, og hugsanlega húsið líka, öll einingin, en það hægt að kaupa reksturinn sér, eða kaupa sér inn í hann, hvernig orða það. Það nú kannski, það hefur nú verið eitt einkenni Skagastrandar nú einmitt countryið. Já, sannarlega, og það hefur verið fyrst og fremst, kannski ekki síst aðdráttarafl fyrir innlenda ferðamenn, að forvitnast þessa sérstöðu okkar hér, að kenna okkur við ameríska country tónlist. En þið ætla ekki bara að taka það sem vörumerki Skagastrandar? Nei, ég held að við verðum að víkka það aðeins og horfa til þess að við búum við eins og langt flestir Íslendingar við mikla náttúrufegurð og mikla friðsæld og svona mikla sérstöðu í rauninni miðað við marga aðra heimshluta, við getum orðað það þannig. Þegar maður tala erlenda ferðamenn sem að koma úr stórborgum og hafa kannski lítið komist í tengsl við ósnortna eða líttsnortna náttúru, að þá þetta upplifun fyrir þau, allt Ísland og við þar á meðal. Þannig ég held að við eigum alla möguleika á þessu sviði, nálega við hafið, við Atlantshafið og fiskveiðar sem líka
örugglega í augum stórborgarbúan svona frumbyggjarveiðar. Já. Þannig að ég held að allt þetta hafi sína tilhögun. Þannig þjónustan fyrir hendi afþreyingin, hún hver? Fyrst og fremst þetta, Já. að njóta lítils þorps og fallegra náttúru og friðsældar. Þannig þú sér það ekki fyrir að þið sé að fara að byggja upp einhver ósköp með þessu, heldur meira til að njóta? Ég held að, ég sé það ekki í dag, en eitt leiðir af öðru, það kann vel að vera að það verði. En sko, það fólk sem að kaupa sér ferð til Íslands ekki að leita Tívolí. Nei. Það að leita einhver allt öðru. Og hérna, svo sleppu nú ekki sko hinum dulræna þætti sem að útlendingar sækja mjög eftir og við verðum mjög vör við í tengslum við listamennina. Já. Að þeim finnst alveg óskaplega gaman að heyra svona sögur á álfum og náttúruvættum af ýmsu tagi. Finnst þessi gamla hjátrú okkar Íslendinga mjög merkileg og áhugaverð. Eitthvað sem við lærum sem börn og finnst bara, og lítum á svona sem bara svona skemmtilega hliðargrein við hérna trúarbröðið eða hvað við köllum það. Þetta finnst þeim alveg óskaplega spennandi. Og þið hafið Spákonuhof, við höfum Spákonuhof, já, mikil ósköp sem einmitt brúin yfir í hið dulræna. Já, nákvæmlega. og svo eigum við hérna Höfða sem alveg sko heil álfabyggð að sögn.